Við ætlum að fjalla hér ég hef nú margoft lýst aðdáun minn á Benedikt Gröndal og þetta einhver mætasti og merkilegasti og skemmtilegasti maður sem Ísland hefur alið og ægilegur gaddagripur líka. En hér mikill kjörgripur, þetta bók sem að koma út núna og þetta eru íslenski fuglar eftir Benedikt í viðhafnarútgáfu mikilli, prentað á alveg einstaklega sérvalinn pappír og bundið í lambskinn, svo verður utan þetta askja, sérsmíðuð askja, það forlagið Krimogea sem að gefa þetta út. Það er sagt að þetta kosti kýrverð, meira en 200.000 krónur, en það kemur þar að móti, það ekki prentuð og verði ekki prentuð 100 eintök af þessu, og þannig að þetta í rauninni safngripur og kannski listaverk bara í sjálfu sér, Guðmundur Oddur. Við ætlum að tala þetta aðeins, en aðalega bara bensa, Já. Þetta náttúrulega kjörgripur og ég styð það heils hugar að Benedikt sé settur á stall, Þetta náttúrulega snillingur. Og hann náttúrufræðingur og hann svo margt, hann meðal annars hann náttúrufræðingur. En það sem svo merkilegt finnst mér við hann að hann sá maður sem notar blýantinn til þess að myndgera sín fræði, það að setja myndræn framsetning á þekkingu. Og að stúdera svona íslenska fugla hann langflottastur þarna, hann gerir þetta með miklu hjarta, leggur allt sitt í þetta og þetta gullfallegt og við getum bara tekið út til dæmis rjúpuna sem við eigum að hafa hérna og það sem alveg gullfalleg mynd bæði í skrift, litum, línu og öllu saman Þetta glæsilegt. Mikið þokki í þessu líka. Mikið þokki í þessu og líka við skulum athuga þetta er seint á 19. öld og það ekkert Þetta eru vatnslitamyndir gerðar upphaflega og það engin leið á þeim tíma sem hann að gera til að fjölfalda þetta. Og það ekki fyrir en reyndar þessi tímar að breytast á þessum tíma og því að hann verður frægur fyrir þetta þjóðhátíðarspjald sitt frá 1874 sem við getum fengið líka að sjá kannski og hann gerir, þetta raunverulega þetta Tryggvi Gunnarsson sem var lengi á 100-kallinum sem lætur fjölfalda þessa mynd í Kaupmannahöfn og í raun og veru gerir Benedikt bara frumdraugin eða skissurnar. En þetta skjal svo merkilegt vegna þess að þarna eru öll tákn hinnar íslensku rómantísku myndrænu framsetningar. Í fyrsta skipti birt, þar að segja, þó að margir haldi að fjallkonan liggi djúpt í þjóðarsál Íslendinga, þá hún ekki myndbirt fyrir þarna. Það kom reyndar í ljós að Benedikt hafði dregið hann upp. Hún fyrst birt 20-30 árum áður hjá honum Eiríki Magnússyni í Cambridge, þar sem hann fær hollenskan listamann, Tvekker, til þess að teikna þetta, en sá maður dróði örugglega upp því að þetta frummyndin af þessu Marianne hinn franska, það að segja þetta sama og frelsisstyttan sem oft hefur komið fram. Nema, á spjaldinu eru líka landvættirnir birtir í fyrsta skipti, þeir eru kringum í Íslandsmyndina þarna líka í fyrsta skipti birt táknmyndin eldgos, hverir og allt það sem við tengjum við táknmyndir þjóðernishyggjunar kemur þarna frá í fyrsta skipti. Á þessu spjaldi sem Benedikt Gröndal gerir. Já, ef við sjáum á næstu mynd hvernig hann teiknar þetta, það að segja, hann teiknar þetta allt á lausum blöðum og ef við skoðið grannt landvættina í kringum hringmyndina, letrið og Íslandskortið, að þá þetta þarna komin griðungurinn, bergrisinn, gammurinn og drekinn. Og þetta hafði aldrei verið myndbirt áður. Og það svo seinna þegar menn fara að gera skjaldarmerki Íslands, þegar Ríkharður og Finnur Jónsson gera þetta upp úr 1918, þá kemur fyrsta útgáfan af skjaldarmerkinu með kórónunni fyrir ofan og landvættirnir sem skjaldberar og það Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem stendur fyrir því. En það sem svo athyglisvert að þegar nær dregur stofnun lýðveldisins og þegar Tryggvi Magnússon sem gerir skjaldarmerki með öllum landvættunum á, að þá virðist hann hafa stuðst við þessar frumhugmyndir Benedikts og ef við sjáum næstu mynd, þar sem hann greinilega verið einhvers konar skissufundi, hugsanlega með Matthíasi, því að teiknara gera ekkert sjálfir upp úr sér. Þetta samstarfið þá sem eru svona protokollmeistararnir og segja teiknararnir fyrir verkum. En það sem svo athyglisvert við þessa skissu Tryggva að hann notar þarna einingarnar, vættina úr skjali Benedikts,
En neðan við sérðu hvernig griðungurinn kominn í, það er búið að gera stjörnumerkin, bæði í bergrissan og griðunginn. Það er að segja að þetta þegar upphafstaði þetta nautsmerkið og Órion og svo Akíla og Drakon. Það er að segja að myndræna upphaf skjaldarmerkis Íslendinga, þó að sagan komi úr Heimskringlu, þá myndræn uppruni úr stjörnukortum. Ég fór svo að leita að þessu, hvaðan þetta gæti komið og finn stjörnukort sem gefið út á 18. öld, svona í snemma 18. öld, og þetta kemur fyrst út í Bretlandi, hann heitir James Thornhill sem teiknar þetta er svona rokkokko-stíll og þarna sér þetta að það bæði dregin upp nautið þetta nákvæmlega og bergrissinn í óljósri skissunni, sést hann, en hún svo skipt út því að Benedikt var ekkert svo góður í að teikna anatómi eða mannamyndir. Það sem var hans eðal var náttúran, að gera fánu Íslands og blómamyndir og meistaraverkið hans þessi bók sem verður kynnt núna, sem á að sýna núna og setja fram á Hótel Natúra á 5. Það er Hönnunarmars og þetta er framlag Krímóker Hönnunarmarsins. Og þetta glæsigripur og mun bera nafn hans hátt uppi og bæði skriftin, línan í teikningunum og svona þetta gerir þetta kjörgrip. Það er Oddi sem prentar þetta og gerir þetta afspyrnu vel. Þetta er mjög vel að þessar útgáfu staðir. Oddi náttúrulega á mörguleiti ótrúlegt fyrirtæki sem við eigum þetta sem getur gert það erfiðustu og fínustu hluti í prenti. Heldur betur. Og meiri sé að gera flottari og erfiðari hluti heldur sjást á Íslandi því að þeir eru í fremsta flokki líka í prentu fyrir erlenda aðila. Stundum höfum við ekki uppgötvað þetta sjálf hvað við getum gert hérna. Nei. En hann hefur teiknað þetta líklega eftir fuglum sem voru í náttúrugripasafninu. Já, og reyndar kemur fram í textanum að hann hefur stundum fengið skotnafugla og segir frá uppruna hvaðan þetta kemur og fengið þá ham og að dunda við að teikna þetta alls saman upp sem náttúruskoðandi. Hann að rannsaka náttúruna. Eins og var svo oft gert á 19. öld að bæði menn sem voru að læra jarðfræði, náttúrufræði, þeir notuðu blýantin til þess að skoða. Man lögði þetta betur á minnið. Þetta festist betur í kollinum ef menn fóru þess að... En þetta náttúrulega svo fjölhæfamaður, hann var náttúrulega latínu og maður og svo var hann skáld og svo var hann skrifaði hann þessa bók sem ég með mitt velta eintak af Dægra dvöl sem það bil skemmtilegsta bók sem skrifað í íslensku ævisaga hans og leið er hann í rauninni að hanna þjóðernisminni okkar. Já, hann bókstaflega faðir íslenska myndmálsins, það er að segja hins opinbera myndmáls. Þetta, allar ræturnar liggja til hans. Og fyrir það á hann að vera hátt skrifaður, ekki bara það, hann stórkostlegur maður og á að halda minningu hans í verulofti. Og það skildi að lesa þessu bók. Skildi í sammála því, hjartanlega sammála því. Takk fyrir, Guðmundur Oddur.